Þorbjörn, þótt meirihluti þjóðarinnar sé í þjóðkirkjunni á ekki að stunda trúboð í skólum að mati formanns menntaráðs Reykjavíkur. Hugmyndir borgarinnar að banna trúboð í skólum falla í grýttan jarðveg hjá þjóðkirkjunni og heitar umræður hafa spunnist í netheimum. Lóa Pindaldísadóttir. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Gnarr borgarstjóra að banna skyldi alla jólasálma í grunnskólum Reykjavíkur. Segir á einni bloggsíðunni í dag. Sungu börnin ein jólin og börnum verður ekki bannað að syngja svona í reykvískum skólum, jafnvel þótt tillaga meirihluta mannréttindaráðs Reykjavíkur nái fram að ganga, segir formaður þess. Ekki búið að afgreiða tillöguna sem snýst að setja reglur möguleika trúfélaga til að stunda trúboð í grunn- og leikskólum. Meðal annars lagt til að fermingafræðsla fari fram utan skólatíma, heimsóknir starfsmanna trúfélaga verði bannaðar, sömuleiðis verði bannað að dreifa trúarlegu efni, heimsækja bænahús og kirkjur á skólatíma, syngja sálmasöngva og skapa list í trúarlegum tilgangi. En hvað þá með helgileikina sem eru árviss helgistund í sumum skólum? Við erum ekki neinu að hrófla við hefðbundnum jólaundirbúningi leik og grunnskóla eins og hann hefur verið. Fræðslustjóri á Biskupsstofu vísaði því á bug í fréttum okkar í hádeginu að þjóðkirkjan stundaði trúboð í skólum og aðspurður hvort eðlilegt sé að fermingafræðsla fari fram á skólatíma spurði hann á móti. Já, það var ekki að spyrja, þá ekki eðlilegt að allt íþróttastarf fari fram utan skólatíma. Ég held að íþróttafélög jafnt sem kirkjan þurfi bara að taka til þess að fyrst og síðast eiga börninu auðvitað verið í skóla þegar þau hefur verið í skólanum. 80% þjóðarinnar tilheyra þjóðkirkjunni og ýmsir vilja því að kristin trú smitist inn í skólastarf. Ég er bara ósammála því. Það eru ótrúlega mörg tækifæri fyrir kirkjuna og hennar blómlega barna- og unglingastarf. Það mun halda áfram á blómstrátum alla borg þó svo við setjum svona skýra reglur það hvað á að fara fram innan skólans. Næst